Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 7. júlí er 7. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er líf í skírnar náð. Í lexíunni stendur: Vita skaltu drottinn Guð þinn, hann einn er Guð. Hinn trúfasti Guð sem heldur sáttmálann og veitir þeim heill í 1000 ættliði sem elska hann og halda boðorð hans. Í pistlinum hitti Filippus háttsettan hirðmann drottningarinnar í Eþíópíu. Útskýrði ritninguna fyrir honum og skýrði hann. Og í Guðspjallinu segir Jesús: farið út allan heim og prediki fagnaðar erindið öllu mannkyni. Sá sem trúir og skýrist mun hólpinn verða, en sá sem trúir ekki mun dæmdur verða. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap lexían gefur okkur, en hún er úr 5. Mósebók 7. kafla. Því að þú ert heilög þjóð fyrir drottni Guði þínum. Drottinn valdi þig til að verða eignarlýður hans meðal allra þjóða sem búa á yfirborði jarðar. Ekki var það vegna þess að þið væru fjölmennari en allar aðrar þjóðir að drottinn fékk ást á ykkur og valdi ykkur. Því að þið eru fámennari en allar aðrar þjóðir. En sökum þess að drottinn elskaði ykkur og hélt eiðinn sem hann sór feðrum ykkar, leiddi hann ykkur út úr þrælahúsinu með sterkri hendi og keypti ykkur frjálsa úr hendi Farós Egyptalands konungs. Vita skaltu, drottinn Guð þinn, hann einn er Guð. Hinn trúfasti Guð sem heldur sáttmálann og veitir þeim heill í 1000 ættliði sem elska hann og halda boðorð hans. En hann endurgeldur þeim umsvifalaust sem hatar hann og afmáir hann. Hann hikar ekki heldur endurgeldur þeim umsvifalaust sem hatar hann. Þess vegna skaltu halda fyrirmælin, lögin og ákvæðin sem ég set þér nú í dag og framfylgja þeim. Ef þið hlýðið á þessi ákvæði og haldið þau af kostgæfni, mun drottinn halda sáttmálan við þig og veita þér þá heill sem hann hét feðrum þínum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þemað í dag er líf í skírnar náð. Guð útvaldi Ísrael sem þjóð sína og lexían segir að hann hafi ekki valið þá vegna stærðar þeirra, því að þjóðin var fámennust allra þjóða. Guð hafði valið Abraham sem ættfaðir sinnar þjóðar og við þekkjum öll söguna þegar Jakob og bræður Jósefs fluttu til Egyptalands. Afkomendur þeirra voru svo hnepptir í þrældóm og leiddir út úr Egyptalandi eftir 400 ár af Móse. Í ánauðinni einangraði Guð þjóð sína og hélt henni þétt saman, því hann vildi hvorki að þeir blönduðust við aðra eða yrðu eins og aðrar þjóðir. Þjóð Guðs samanstendur því af afkomendum Abrahams, eða öllu heldur voru það afkomendur Jakobs, sem einnig var kallaður Ísrael, sem Móse leiddi út af Egyptalandi. Guð vildi að þjóðin vissi að hann útvaldi þá af því að hann elskaði þá og vegna kærleika síns til þeirra haldi hann eiðinn sem hann sór feðrum þeirra. En þó Guð sé trúfastur og haldi sáttmálan, þá verður þjóðin að elska hann og halda boðorð hans. Sáttmálinn gildir í báðar áttir. Því lexían sagði drottinn endurgeldur þeim umsvifalaust sem hata hann og afmáir hann. Hann hikar ekki, heldur endurgeldur þeim umsvifalaust sem hatar hann.
Hjá Guði ekkert kannski, eins og Jesús áréttaði með orðunum, hver sem ekki með mér, á móti mér. Þetta harður dómur? Nei, þetta okkar val. En það sorglega að margir gera sér ekki grein fyrir því að þeir þurfi að velja að trúa á Guð. Eins og Páll sagði, játa með munninum, Jesús drottinn og trúa í hjartanu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum, því þá verðum við hólpin. Náðin kom með Jesú, en við verðum að velja að þiggja þessa gjöf. Ég gat ekki fundið hugtakið skírn í Gamla testamentinu eins og við skilgreinum það í dag. En í Nýja testamentinu merkingin á bak við orðið hreinsun. Að hreinsa burt hið gamla og rísa upp sem nýr maður. Í ánauðinni þurfti þjóðin ekki sérstakt auðkenni. Börn gyðinga urðu sjálfkrafa hluti af þjóð Guðs, en þjóðin hafði fjarlægst Guð. Kraftaverkið þegar hafið klofnaði átti að styrkja trú þeirra á Guð. Móse sagði þá, óttist ekki, standið kyrr og horfið á þegar Drottinn bjargar ykkur í dag. Og síðar skrifar Páll þetta atvik, forfeður okkar voru allir undir skýinu og gengu allir yfir hafið, allir voru þeir skírðir í skýinu og hafinu til fylgdar við Móse. Í hugum okkar skírn framkvæmd með vatni. Þó Jóhannes skírari hafi sagt að sá sem kæmi á eftir honum myndi skíra með heilugum anda. Í Nýja testamentinu hóf Jóhannes skírari starf sitt á því að bjóða upp á iðrunarskírn, niðurdýfingaskírn, hreinsun, dauða og greftrun hins gamla manns og upprisu hins nýja. En pistillinn segir einmitt frá því þegar engill Drottins sagði Fílippusi að fara út í óbyggðina, suður á veginn sem liggur frá Jerúsalem til Gaza, en þar hitti hann hirðmann drottningar sem var að lesa spádóm Jesaja. Hirðmaðurinn þráði að vita hvað þessi spádómur þýddi og Guð sendi honum Filippus. Á sama hátt mun Guð sjá til þess að þeir sem lesi ritninguna með hjartanu öðlist meiri og dýpri skilning á orði Guðs en áður. Guð finnur leið til þess að hjálpin berist okkur á einhvern hátt. Og Guð hefur einnig séð til þess hvaða kafla hirðmaðurinn var að lesa, en hann var að lesa 53. kafla í Jesaja þjáningu Krists. Filippus boðaði honum fagnaðarerindi Jesú og nokkru seinna komu þeir að vatni. Þá mælti hirðmaðurinn, hér vatn. Hvað hamlar mér að skýrast? Svar Filippusar krefur hirðmanninn að hafa tekið ákvörðun trúna fyrir skírnina. Hann sagði, ef þú trúir af öllu hjarta, það heimilt. Og hirðmaðurinn svaraði, ég trúi að Jesús Kristur sé sonur Guðs. Þá var vagninn stöðvaður, báðir stigu út í vatnið, Filippus skírði hirðmanninn, þeir stigu upp úr vatninu. Filippus var hrifinn burt en hirðmaðurinn fór fagnandi leiðar sinnar. Hann hafði meðtekið fagnaðarerindið ríki Guðs. Maður getur ekki annað en verið snortinn yfir verkum Drottins, hvernig hann leiðir saman þá sem leita og þá sem hafa svörin. Hér hirðmaðurinn í óbyggðinni sem tákmynd hver snauð vitneskja hann var hvað orðin sem hann var að lesa þýddu. En leið og hann skildi boðskapinn, þá sá hann vatn og vildi skýrast. Páll postuli benti einmitt á hver trúboð og fræðsla nauðsynleg, því aukinn skilningur styrkir trúna. Hann skrifaði til Rómverja, hvernig eiga menn að geta ákallað þann sem þeir trú ekki á,
Og hvernig eiga að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga að heyra án þess að einhver prediki. Og hver getur predikað nema hann sé sendur. Já, Jesús var sendur til okkar og hann predikaði bæði með orðum og gjörðum. Á dögum Jesú var skírnin meðvituð ákvörðun einstaklingsins sjálfs að trúa á Guð. Jesús skírði ekki sjálfur heldur lærisveinar hans, en skírnin athöfn sem Jesús gaf okkur til eftirbreytni. Það má segja að hann hafi stofnað kristna kirkju þegar hann skírðist sjálfur og þegar við skýrumst verðum við hluti af hans kirkju. Það ekki sagt að börn hafi verið skírð í Nýja testamentinu, heldur aðeins að Jesús hafi blessað þau. Guðspjallið í dag bara eitt vers. Orð Jesú. Farið út allan heim og predikið fagnaðarerindið öllu mannkyni. Sá sem trúir og skýrist mun hólpinn verða, en sá sem trúir ekki mun dæmdur verða. Hér sama hugsun og hjá Fílippusi. Sá sem hefur verið uppfræddur, trúir og skýrist mun hólpinn verða, en sá sem trúir ekki mun dæmdur verða. Skírninni verður að fylgja trú, því að náðin veitist ekki fyrir skírnina eina á sér. Já, þemað í dag líf í skírnar náð. Með trúna í hjartanu erum við komin undir náð Guðs og Páll útskýrir að sé það af náð það ekki vegna verka, því að þá væri náðin ekki náð. Náð óverðskulduð gjöf, eitthvað sem við getum ekki unnið fyrir, því ef við gætum unnið fyrir henni, þá væri hún verðskulduð. Þetta kerfi Guðs gerir okkur öll jöfn. Af náð erum við hólpin fyrir trú. Fyrir trú verðum við Guðs börn og systkini Jesú. Náð Guðs virkar eins og sáttmálinn sem Guð gerði við þjóð sína og ég las í lexíunni. Hann virkar í báðar áttir. Guð elskar alla menn, en þeir sem elska hann tilbaka, trúa á hann og vilja vera hans börn, hljóta þessa náð, eingöngu vegna þess að þeir þiggja hana, en margir velja að hafna þessari gjöf. Jesús sagði farið út allan heim og predikið fagnaðarerindið öllu mannkyni. Við eigum að láta alla vita af þessari óverðskulduðu náð sem gjöf. Hún stendur öllum til boða, en það þarf að taka við henni af trú og með hjartanu. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.